Svanur, hérna höfum við á þessari sýningu eintök úr velflestum prentsmiðjum sem hafa starfað á Íslandi, prentsmiðju eintök, og þetta í bókinni hérna eftir þig, prentsmiðju eintök. En hver svona hugsunin þín á bak við þetta? Þetta eru 130 prentsmiðjur sem ég hef safnað hérna. En svo eru 23 bækur hérna sem ég fekk lánaðar til þess að það eru svona eldri fornbækur Íslendinga. Já, en sko, þú ert með eintök úr þeim prentsmiðjum sem hafa prentað íslenska bækur alveg frá gamalli tíð. Já, bara byrjar á Gutenbergsbiblíu. Síðan bara heldur áfram, það er þá bækurnar sem voru fyrst prentaðar á Íslandi og hérna og síðan lögbókin og fleiri bækur. Og þetta endar á, síðan er þetta rakið allt, Skálholt, eintak úr Skálholti, við fengum það lánað og síðan fékk ég bara lánuð betri eintök úr frá Beitistöðum sem var nú fyrsta prentsmiðjan hérna og Hólum, Hrafnsey, Leirárgörðum og Viðey. Já. Og svo erum við náttúrulega komin nær síðan erum við komin nær og þá hérna kemur þetta saman við safnið mitt og heldur áfram, sko. Og fram á þennan dag í dag. Ég ætlaði aldrei að safna svona mikið, fram á daginn í dag. Það var aldrei meiningin að safna nema svona til 1950. En maður sé til dæmis hérna á borðinu hjá okkur að þarna og sko, þetta svona aldamótin 1900 og þá alveg ótrúleg gróska, ótrúleg fjölbreytni og alls konar, við að prenta alls konar hluti. Já, já. Þetta er mjög skemmtilegt hérna, tímabil í prentsögunni. Og ég hef gert mér dálítið farin að kanna sögu prentsmiðjana svona jafnframt. Ég komst til dæmis að því að fyrsta prentvélin sem að Gísli J. Jónsson kaupir, hann stofnaði fyrstu prentsmiðjuna í Vestmannaeyjum, að hún var ættuð alveg, það var hægt að rekja hennar sögu alveg til skuldaprentsmiðju Jóns Ólafssonar á Eskifirði. Því að vélarnar voru seldar og keyptar svona. Og margar af þessum prentsmiðjum lifðu ekki lengi? Nei, það eru sumar sem ekki, það eru dæmi hérna með prentsmiðjur sem ekki voru nema í kannski 1-2 ár. Já. En á þessum tíma eru náttúrulega menn að setja þetta allt í blý og þetta er rosalega mikið handverk í kringum þetta. Já, ég kalla þetta letur sem er hérna í horninu, það er svona kosningaletur. Og þetta var notað til þess að prenta spjöld utan á kjörstaði. Þá var þetta stóra letur notað. Svo er náttúrulega þarna líka letur smærra. Það er erfitt að gera upp á milli barnanna sinna, en er eitthvað svona hérna sem þér finnst sérstaklega skemmtilegt? Ég verð nú að segja það er margt uppáhald hjá mér. En ég get nefnt svo sem eitthvað af þessu og skulum segja til dæmis þessi bók hérna sem heitir Kúgun kvenna eftir John Stuart Mill og hún er prentuð í Glasgow prentsmiðjunni í Reykjavík sem var neðst á Vesturgötunni. Þetta Einar Benediktsson átti húsið, það brann. Prentsmiðjan var staðsett í skúr við hliðina á húsinu. Ég held að hún hafi nú bjargast. En þetta er bara ég veit ekki hvort ég gef kvennabókasafninu þessa bók, en það væri alveg tilhlýðilegt. Já, þetta er fallegt. Og það er margt fleira. Bókin sem er hérna fyrir framan mig og heitir hérna Helgastaðabók. Já. Hún er prentuð í prentsmiðju sem að gæti nú ímynda sér að hefði ekki prentað svona fallega bækur. Það er úr Kassagerð Reykjavíkur. Já, hér er rímur af Víglundi og Ketilríði, Kveðnar af Sigurði Breiðfjörð, Bessastaðir, prentsmiðja Þjóðvilja, það er gamli Þjóðviljinn. Já. Skúli Thoroddsen. Já.
og hérna, þú sér það að nafnið á bókinni að það er prentað svona í skrautletri. Já. Og svo er hérna til dæmis Jónas Hallgrímsson, hérna þú sér þessa skrautlegu hérna. Já. Þá má segja að enn hafi batnað útlit bóka þegar að prentarar stofna prentsmiðju. Sem er Gutenberg. Sem var prentsmiðja Gutenberg. Já. Og hérna, og þetta er eintak úr þeirri prentsmiðju. Þú sér hvað er fallega prentað, rammi utanum. Já, þetta er mjög fallegt. Og eins fallega bundið. Já, en þú ert sjálfur bókagerðarmaður. Já, ég er bókbindari. Bókbindari og starfaði við það allt þitt líf? Ég starfaði alveg frá 1947 og til 1981. Og þá fór ég að vinna á félagi bókagerðarmanna skrifstofunni. En þú ert alinn upp við bækur því að þú ert sonur skáldsins Jóhannesar úr Kötlum. Já, það náttúrulega byrjaði þar. Það kviknaði áhuginn, kannski, fyrir bókum. Þú heldur út í mjög flottum vefum pabba þinn. Já. Jóhannes.is.